Á prófinu núna megi búast við tvenns konar rökfræðiverkefnum. Annars vegar rökfræðiverkefni sem snúa að orðunum allir og sumir eða engir. Og hins vegar ef A leiðir B af sér. Það sem þið þurfa að muna, við skulum byrja á A leiðir B, að það sem þið þurfa að gera þurfa að þjálfast í að greina mun á tvenns konar röksemdafærslum. Annars vegar þeirri sem segir að A leiðir B af sér og ef B hafi ekki gerst þá geti A ekki hafa gerst heldur. Og hins vegar hinni sem segir að ef A leiðir B af sér og A hafi ekki gerst að þá hafi B ekki gerst heldur. Þetta feikilega villandi rökvilla, önnur af þessum fullyrðingum. Og hvor villandi? Það ágætt að setja bara upp eitthvað dæmi. A það rignir. B þá setja ég upp hattinn. Og skoðum nú röksemdafærslunar. Og hér segir, ef það rignir, þá setja ég upp hattinn. Ég ekki með hattinn, þannig að það getur ekki verið rigning. Merkið fyrir framan A og B þarna neitun, ekki. Þetta gilt? Ef það rignir, þá ég með hattinn, ég ekki með hattinn, það getur ekki verið rigning. Þetta rétt. Það ekkert að segja, þú getur að glemt hattinum heima eða eitthvað svoleiðis, en það skiptir ekki með, það væri þá bara verið að segja að þetta hérna væri ekki rétt. Að ég væri alltaf með hattinn ef það rignir, en það gefið í forsendunum og við efumst ekkert þær. Þetta gild röksemdafærsla. Því að ef ég ekki með hattinn, þá getur ekki verið rigning ef það rétt að ég sé alltaf með hattinn ef það rignir. Hinn þessi villandi og ógild og rökvilla. Ef það rignir, þá ég með hattinn. Það ekki rigning, þannig að ég ekki með hattinn. Þetta ekki rétt, þetta ekki gilt. Það getur vel verið að sé ekki með hattinn, en það ekki að leiða þessum rökum. Því að ég get verið með hattinn til dæmis líka í snjókomu. Ég get verið með hattinn á tískusýningu, ég get verið með hattinn á mörgum öðrum ástæðum. Þannig að það eitt að A gerist ekki ekki næg ástæða til að fullyrða að B hafi ekki gerst heldur. Því að B getur gerst af einhverjum öðrum ástæðum eins og C eða D sem getur verið til staðar. Þannig að þið þurfa að vara ykkur á svona röksemdafærslum. Nú ætla ég að gefa ykkur bara dæmi. Ef ég keyri á 110 í bílnum mínum, þá klessi ég á staur. Þá klessi ég á staur. Það bara gefið. Þetta náttúrulega hauga lygi, en við gefum okkur að þetta sé svona. Ef ég keyri á 110 þá klessi ég á staur. Ég hef ekki klesst á staur. Ég neita því. Þá rétt ályktun hjá mér að ég hafi ekki keyrt á 110. Veltið þessu fyrir ykkur, það geti komið svona dæmi á prófinu. Varandi allir og sumir, þá fáið einhver svona dæmi. Allir X Y, allir snoskar froskar eða eitthvað. Sumir Y Z. Þá örugglega rétt að sumir X séu Z. Hér þurfum við bara að finna gagndæmi. Finnið eitt dæmi þar sem þetta gengur ekki upp. Setjið eitthvað inn í staðinn fyrir X og Y. Prófið til dæmis bara allir menn fyrir X eru spendýr. Spenar. Sum spendýr eru með skott. Eru þá örugglega sumir menn með skott? Nei, þetta ógilt.
Því að þið getið fundið eitt dæmi, þið getið reynda fundið ótalmörg dæmi, en þið getið fundið eitt dæmi um það að þetta sé ekki rétt. Og það er ykkar hlutverk í rökfræði hlutafrófsins.